Já, ég seti okkur í gang þá. Ok. Gjör svo vel. Sæll, góðan daginn, velkomin á fund íbúðarráðs nr. 12. Við erum staddir hérna í Ráðhúsi Reykjavíkur og flestir í fjarfundi. Fyrst lagt til bréf skrifstofu borgarstjórnar vegna samþykktar borgarstjórnar á tillögu framlengingu og heimildum til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélagi ásamt fylgigögnum. Það eru 4 gögn til framlengingar. Og bréf frá skrifstofu borgarstjórnar, tillögu heimild, auglýsing ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra framlengingu á heimildum og auglýsingum sem inniheldur leiðbeiningar notkun á fjarfundabúnaði. Þá það komið, þá skulum við vinda okkur bara beint í lið 2 þar sem umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar ætlar að kynna fyrir okkur lög og reglur og ferla í samráði við íbúa. Þetta eitthvað sem við höfum mikið beðið og það verður mjög áhugavert að fá þessa kynningu. Við bara bjóðum þá velkomna og Björgvin Rafn Sigurðsson velkominn og ég gef þér orðið. Gjör svo vel. Já, ég held að sé ég sem taki orðið. Það fyrir ekki Glóey. Já, ekki málið. Kannski byrja að reyna að deila hérna með á kynningu. Og það tekst ekki alveg. Sjáu þetta? Þetta sést það? Já, flott. Og þið heyrið vel í mig líka, það ekki? Mjög vel. Ok, flott. Heyrðu, til að byrja með bara takk fyrir að bjóða okkur að koma og það bara gaman að fá að hitta ykkur. Þeir eru fyrsta skipti sem ég fæ að hitta íbúaráð borgarinnar og það bara gleðiefni. Við Björgvin erum hérna 2, ég heiti Glóey, ég skrifstofustjóri á skrifstofusviðsstjóra hjá umhverfis- og skipulagssviði og Björgvin sem með mér, hann er lögfræðingur og við erum saman á skrifstofunni. En á okkar skrifstofu starfa allir lögfræðingar sviðsins og við vinnum þá með öllum sviðinu öllu og öllum skrifstofum sem það er undir. Bara til að byrja, eftir því sem ef ég man rétt þá voru okkur ætlaði 15 mínútur í kynningu og það er náttúrulega frekar knappt, þannig við reynum nú að hlaupa nokkur hratt yfir en ég vona að þið bara segja okkur því meira hérna á eftir ef einhverja spurningar vakna. Fyrirgefið þið megi vera lengur en taka lengur en 15 mínútur, það er alltaf leið. Ok, það er kannski ágætt að vita. Ég held að þetta gæti nú kannski eitthvað aðeins dregist, en allavega. Bara örstutt fyrst, bara svona, ég veit að mörg ykkar þekki það en kannski ekki alveg öll að umhverfis- og skipulagssvið þetta mjög, er svið með mjög breytt verksvið og eins og sjáum á þessari glæru, það er skipulagsfulltrúi og byggingafulltrúi, samgöngumálin eru hjá okkur, umhverfisgæðin, það er meðal annars allt sem lítur að þessu hefðbundnu umhverfismálum, mengun og úrgangsmálum og fleiri þess háttar. Nú framkvæmdir og viðhald, það eru allar verklegar framkvæmdir á vegum borgarinnar, vegagerð, skólabyggingar, leikskólabyggingar, sundlaugar og svo framvegis, það er allt hjá okkur. Nú allur rekstur borgarlandsins sem er bara mjög fjölbreyttur, það er öll grænu svæðin, allir snjómokstur og margt fleira. Nú heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er einnig undir okkar hatti og svo þetta stoðdeildir sem eru það eins og fjármál, mannauður og stjórnsýsluskrifstofan sem er okkar skrifstofa. En í dag ætlum við rauninni aðallega að tala skipulags- og byggingamál, þannig við fókusum aðeins á það. Langar að byrja kannski aðeins bara nefna varðandi skipulagsmála. Ef við byggjum í fullkomnum heimi þá væri röð áætlana eins og er á þessari glæru. Þá væri við alltaf fyrst komið svæðisskipulag, svo væri aðalskipulag, deiliskipulag kæmi svo þar á eftir og svo þegar þetta allt saman lægi fyrir og væri í góðu samræmi þá kæmi byggingarleyfi eða framkvæmdaleyfi og svo þar á eftir bygging eða framkvæmd. Þið eru náttúrulega íbúaráð Vesturbæjar, ég bý nú sjálf í Vesturbæjunum og þekki vel til mála þar og það eru þetta staðan öðruvísi, þar sem er ræða gamalt og gróið hverfi, sem að byrja að byggjast upp löngu áður heldur en búið var í rauninni að fastsetja þessa röð.
Og það svolítið kannski svona það sem við stöndum frammi fyrir að málin það dálítið öðruvísi háttað, en við getum kannski sagt í Reykjavík í nýjum hverfum og svona þróunarhverfum þar sem við erum að byrja á núlli, að þá þetta svona. Það þetta gildi líka fyrir Vesturbæinn og öll gömul hverfi bæði svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis og aðalskipulag Reykjavíkur. En þegar kemur að deiliskipulaginu að þá Vesturbæinn dálítið köflóttur eins og má sjá hér. Lituðu svæðin, það eru svæði þar sem í gildi deiliskipulag. Sagt þó með þeim fyrirvara að sum deiliskipulag dálítið mikið komið til ára sinna og myndu kannski ekki uppfylla þau skilyrði sem væri gerð fyrir slíkt skipulag í dag. En svona auðu eða hvítu blettirnir, það eru þau svæði þar sem ekkert deiliskipulag í gildi. Þetta skiptir máli og við komum betra því eftir því að það þýðir það að þegar við erum komin að framkvæmdum og einstökum svæðum og svo framvegis þar sem ekki gildi deiliskipulag þá geta reglurnar og verklagi verið aðeins með öðrum hætti. En ég ætla að skipta yfir til Björgvins, hann ætlar að taka við og svo tökum við spurningar eftir þegar hann búinn. Komið sæl. Þessi mynd hérna, hún nokkuð lýsandi svona fyrir það ferli sem á sér stað við gerð á nýju deiliskipulagi, svona þau skref sem eru tekin. Það alveg frá undirbúningi og svona fyrstu stigum þangað til að deiliskipulag hefur verið samþykkt og hefur tekið gildi með birtingu í B-deild. Þannig að ég fer svona, ég byrja hérna á undirbúningnum og enda á samþykktarferlinu, en það svona algjör meginregla við deiliskipulagsgerð að deiliskipulag skal byggt á stefnu aðalskipulags og skal vera í samræmi við aðalskipulagið og í raun og veru má segja að deiliskipulag sé nánari útfærsla á því sem að stóru myndir sem þar kemur fram. Og við alla vinnu þá ber sveitarfélagið alltaf ábyrgð á deiliskipulagsvinnu sjálfri, jafnvel þó sé að ræða land í einkaeigu eða þá að það sé frumkvæðið að deiliskipulagsvinnu kunni að koma frá einkaaðilum, að þá það alltaf sveitarfélagið sem að bera ábyrgðina. Deiliskipulagið skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reitin á sveitarfélagsins, þannig að okkur mjög þröngu stakkusnið varðandi það að deiliskipulagi einstaka lóðir. Það verður að vera mjög góðar forsendur fyrir því að okkur erum að gera það. Meginregla svo að menn skuli taka heildstæða einingu, reit fyrir sig. Í deiliskipulagi teknar ákvarðanir lóðir, lóðanotkun, byggingareiti, byggðamynstur, þar með talið nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form eftir þessi við á. Þetta svo sem bara beint upp úr skipulagslögum og aðra skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir áður en hægt að fara í uppbyggingu á viðkomandi svæði. Deiliskipulag sett fram á skipulagsuppdrætti og með uppdrættinum alltaf greinagerð þar sem eru sett skilmálar fyrir svæðið sem slíkt, nánar útfærsla. Það sem svona kannski mikilvægast þessu á undirbúningsstiginu sem slíku að það þá í raun og veru að fara í svona mat á því í svæði sem við að fara að deiliskipuleggja. Það að kanna til eins og að ræða þegar byggt hverfi, þá varðveislugildi svipmóts byggðarinnar og einstakra bygginga, þá stundum farið í húsakönnun og sömuleiðis að tryggja það svona þau einkenni haldi sér, það svona það sem miðað við. Það sem svona meginreglan þegar síðan sjálf vinnan hafin að þá skal sveitarfélagið útbúa deiliskipulagslýsingu, verklýsingu, þar sem að koma fram áherslu sveitarstjórnar við vinnuna, hvað forsötu búa baki vinnunni og hvernig staðið verið að skipulagsferlinu, þar með talið var til kynning og samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Og þessi lýsing samþykkt í dag af skipulags- og samgönguráði og svo íðan auglýst til umsagnar hjá almenningi og hagsmunaaðilum, þar með talið skipulagsstofnun. Og við til dæmis óskum eftir athugasemdum frá fyrirtækjum eins og Veitum, það geta verið mikla hagsmuna þeir komið til dæmis strax að vinnunni. En það heimild svo sem til þess að falla frá gerð svona lýsingar, hún ekki alltaf unnin, en þá þurfa í raun og veru helstu meginforsendur deiliskipulags að liggja fyrir í aðalskipulagi. Þetta eitthvað sem í raun og veru bara breytilegt eftir hverju einu svæði, en það má segja að það sé oftar en hitt tekið saman lýsing þegar að nýtt deiliskipulag. Síðan við komið þarna að drög að deiliskipulagstillögu að þá sem sagt deiliskipulagstillagan í raun og veru unnin þannig eftir að lýsingin hefur verið kynnt og komið athugasemdir við hana, þá unnið úr þeim og tekið tillit til þess hvað þar hefur komið fram eftir atvikum.
og þá unnin tillaga sem síðan auglýst opinberlega. Áður en að því kemur þá tillagan kynnt íbúum, forsendur hennar og umhverfismat eða sem á sig á almennu fundi eða með öðru fullnægjandi hætti eins og segir í lögunum. Þetta svolítið auðvitað bara matskennt hvað gert. Það oft kemur fyrir að það eru haldnir almennir fundir hjá okkur og verið gert í Borgartúni og það sem fólk getur komið og þar sitja sérfræðingar borgarinnar fyrir svörum. En þetta kannski svolítið hagsmunamat sem þarf að fara kannski fram þannig að, þú veist, er hún tillagan þess eðlis að þegar sé að vænta þess að það séu mjög mikla skoðanir en það getur allt verið upp og ofan. Nú, við erum komið þá að sem sagt samþykktarferlinu eftir að auglýsingin á sér stað sem að lágmarki 6 vikur og þá sem sagt teknar saman þær athugasemdir sem kunna hafa borist á auglýsingatíma og þeim svarað í umsögn skipulagsfulltrúa sem síðan lögð fyrir skipulags- og samgönguráð til þá staðfestingar. Það getur leitt til þess að tillögunni kunni vera breytt eða einhver athugasemdir sem eru þess eðlis að það sé ástæða til að breyta henni miðað við þær að þá kemur það fyrir að það gert. Nú, það sjaldgæfara kannski það að tillagan sé felld þegar hún komin á þetta stig, hún búin að fara það oft fyrir ráðið að það gerist nú örsjaldan ég man nú ekki eftir neinu tilfelli í fljótheitum. En þá það sent upp til borgarráðs, til staðfestingar og skipulagsstofnunar og að endingu það birt í B-deild og þá veru B-deildstjórnartíðinda og þá erum við komið í hendunar fullgilt deiliskipulag sem þó orðið grundvöllur fyrir útgáfu framkvæmda- og byggingarleyfis. Má ég fletta? Já, og þarna svona við tekið upp hvað deiliskipulag, þetta beint upp úr lögunum og ferillinn er nokkuð nákvæmlega rakinn í lögunum og sömuleiðis í skipulagsreglugerð, þetta mjög nákvæmlega útlistað þar og mikið lagt upp á þetta að það aðkomu almennings og þegar kannski rétt að benda á að þegar að ræða auglýsingu þá eiga raun og veru allir landsmenn rétt á því að koma með athugasemd og geta sent hana inn og gert grein fyrir hvaða skoðun þau kunna hafa á þeirri tillögu sem liggur fyrir. Þannig að menn þurfa svo sem ekkert að vera endilega í næsta nágrenni þó það sé að sjálfsögðu kannski algengast. Nú, það sem við höfum tekið upp hérna í minna verið tekið upp fyrir árið 2015 að þá var þáverandi umhverfis- og skipulagsráð tók að sér að senda út sérstakt dreifibréf svona í hús í þegar byggðum hverfum aðallega þegar var að ræða auglýsingu á breytingu á deiliskipulagi og það kom til vegna þess að þetta auglýst bara með opinberum hætti og vill oft fara fram hjá fólki. Það svo sem kannski ekki endilega að fylgjast með þessu í blöðunum eða vakta alltaf heimasíðu borgarinnar. Þannig að það var tekið upp svo nýbreytni sem hefur held ég bara mælst nokkuð vel og þá bara sett innum lúguna hjá fólki tilkynningu það sé verið að breyta deiliskipulagi og hvar hægt að kynna sér hana á netinu. Sömuleiðis þá reyndar getur fólk komið eins og í Borgartún og séð að það upphengt en ég held að sé svo meira og meira að færast yfir að fólk kynni sér þetta bara á netinu. Varðandi svona kannski tímaramman varðandi sem sagt frá því að tillaga liggur fyrir og þannig orðin að deiliskipulagi það sem svona skemmst kannski 3 mánuðir en það má kannski segja að kannski 5 til 9 mánuðir sé svona sá tími sem við erum kannski að horfa í flestu tilfellum. Í mjög umfangsmiklum málum þar sem að koma miklu hagsmunaaðilar sem koma að málinu þá getum alveg séð málsmeðferðin að vera 1 til 2 ár þess vegna þó að það sé kannski þá bara í svona allra stærstu málum þar sem að margir aðilar koma að borðinu. Síðan eftir að deiliskipulag hefur tekið gildi þá geta menn kært það menn hafa ykkur athugasemdir út á samþykktina að gera efni þess. Það til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Það 30 daga frestur frá því að mennum áttu vera kunnugt og við miðum svona auðvitað við birtingu í B-deild. En það kæruaðildin, hún svolítið snúin að menn þurfa að hafa einhverja sérstaka hagsmuni umfram almenna.
En það líka gerðarheimild fyrir náttúru umhverfisverndarfélög og slíka aðila. Þannig að það hefur verið opnað meira á aðkomu slíkra svona hagsmunafélaga sem að geta þá sent inn kæru. Það svo nýbreytni að það er verið að vinna og samþykkja hverfisskipulag. Hverfisskipulag í raun og veru er deiluskipulag sem slíkt, en sem nær yfir heilt hverfi. Og markmiðið með hverfaskipulagi er að í raun og veru fækka þessum breytingum sem verið að gera á deiliskipulagi. Þú veit að þá í raun og veru almennar heimildir nokkuð rúmar og sem að íbúi geta þá nýtt. Það getur verið til einhverja smá framkvæmdar sem slíka, einhverja minni háttar stækkunar eða fjölgun íbúða, koma auka íbúð eða taka bílskúr undir íbúð, eitthvað slíkt. Og þessi vinna er komin ágætlega á veg og verið að vinna núna maður rétt tillögu fyrir Breiðholt, búin að taka gildi fyrir Árbæ. En mér skilst að Vesturbærinn verði kannski síðasta hverfisskipulagið, áætlað að vinnan hefjist þar á mitt næsta ár sirkabát, en það er einfaldlega bara með flóknari hverfum, þannig að menn hafa ákveðið að taka það síðast í að þar eru bara heimildinar, það eru bara aðstæðuna kannski það flóknara, það er betra að taka kannski nýri hverfin. Og má skipta á næstu glæru. Þetta er svona dæmi þetta kynningabréf sem ég var að tala um. Þetta er hérna, þarna hefur verið sendt kynningabréfi út af breytingu á deiliskipulagi Nýlendureits fyrir tiltekna lóðir og þarna eru mjög ítarlegar og miklar upplýsingar, fyrst alveg hvað er verið að gera og hvaða málsmeðferð hún hefur hlotið og hvar menn geta kynnt sér hana. Og þetta er svona bara, má segja, staðlabréf sem er þá sendt í næsta nágrenni. Og þá eru komin að byggingarleyfinu og byggingarleyfi getur verið veitt þó að sé ekki gildi deiliskipulag og það er frekar algengt eins og þið sáu á yfirlitsmyndinni að deiliskipulag séu ekki gildi og þá í raun og veru er byggingarleyfið grenndarkynnt og það er á grundvelli skipulagslaga og þá ef það er í gildi deiliskipulag þá er í raun og veru hvaða heimildir eru í gildi deiliskipulaginu og byggingarleyfi verður þá í raun og veru í byggingarleyfisumsókn verður að vera í samræmi við deiliskipulag sem er í gildi á svæðinu. Öðru kosti þurfa menn þá að fara í einhverjar breytingar ef það er vilji til þess. Og í raun og veru er þetta tvískipt fyrirkomulag að fyrst samþykki við byggingaráform, það er þetta sem við sjáum í fundargerð byggingarfulltrúa, þá er búið að samþykkja áform fyrir slík. Síðan í byggingarleyfi það er annars grein sem er gefið út eftir að menn hafa uppfyllt frekari skilyrði í lögum um mannvirki og byggingarreglugerð eins og skilur séruppdrátta og skrá meistara á verkið og annars því svona meira tæknilegs eðlis. Það sem er kannski svolítið öfugt á við skipulagsmálin er að útgáfa byggingarleyfa og samþykkt byggingaráforma er að mörgu leyti svolítið lögbundið ferli. Það er að sjálfsögðu matskenndi þættir þar inni en það má segja það kannski að skipulagsmálin séu miklu matskenndari heldur en þetta stig. Þarna erum við með mjög ítarlega byggingarreglugerð og lögum um mannvirki þar sem eru gerðar ákveðnar tæknikröfur til bygginga og þetta er svolítið lagatæknilegs eðlis að mörgu leyti að samþykkja byggingaráform. En sjálfsögðu eru matskenndi þættir inn á milli en þannig að það er og þegar byggingarfulltrúi sem slíkur, hann er svolítið bundinn auðvitað af þeim skipulagsáætlunum sem hafa verið samþykktar og það sama á við þegar við erum að ræða grenndarkynningu á byggingarleyfi sem þegar ekki er í gildi deiliskipulag, að þá er alltaf það vísað til skipulagsfulltrúa sem gefur umsögn byggingarleyfið og leggur þá skipulagslegt mat á umsóknina og byggingarfulltrúi er mjög bundinn af þeirri umsögn. Og hún getur verið jákvæð og það er ekki gerða svo sem skipulagslega athugasemdir við erindið eða þá að það sé gerða athugasemdir við það og viðkomandi aðila þá er hún gefið kostur á því að koma til móts við þær athugasemdir sem eru gerðar. Í einhverjum tilfellum, undantekningartilfellum þó, að þá er bara lagst gegn framkvæmdinni og þá er byggingarleyfinu synjað. En það er miklu algengara það að það komi þá einhverjar athugasemdir, menn bæta þá úr og menn koma þá með í raun og veru endurbætta umsóknir byggingarleyfi sem fer þá aftur til skipulagsfulltrúa og ef það er ekki svo sem skipulagslega athugasemdir þá í framhaldinu því er byggingarleyfi grenndarkynnt. Aftur á móti, þegar verið er að grenndarkynna þá er það þannig að það er ekki auglýst með eins og varðandi með deiliskipulag við ræddum áðan, heldur að þá leggur skipulagsfulltrúi mat á það hvaða aðilar
eiga hagsmuna að gæta varðandi byggingarleyfis umsóknina og hann ákveður þá hverjir fá grenndarkynninguna sem slíka. Og með grenndarkynningunni eru þá send inn þeir uppdrættir og önnur gögn sem með umsókninni fylgja og menn fá að minnsta lagi 4 vikur til þess að skila inn athugasemdum ef einhver eru. Oft það þannig að fólk þarf aukinn frest og skipulagsfulltrúi verið mjög liðtækur í því að veita aukinn fresti menn óska eftir því. Þannig við viljum þá frekar fá inn athugasemdina þannig að heldur en hitt að menn falli á einhverju tíma og því þá einfaldlega bara málið betur rannsakað og hægt að leggja betur mat á leyfi sem slíkt. Það svona stundum gætt ákveðis misskilnings með það að það sé ekki hægt að grenndarkynna nema bara svona einhverjar tiltölulega litlar framkvæmdir. Það er ekki alveg rétt. Í raun og getum við grenndarkynnt þess vegna heilu blokkina ef út í það fer. En það sem setur okkur skorður er það að til þess að við megum grenndarkynna byggingarleyfisumsókn að þá þarf framkvæmdin að vera í samræmi við landnotkun á svæðinu og hún er skilgreind í aðalskipulagi. Hún þarf að vera í samræmi við byggðamynstur, það er mjög mikilvægt atriði. Hún verður að flútta svolítið við það sem gengur og gerist innan hverfisins og þetta er út af matskenndu þáttur. Og sömuleiðis verður að vera í samræmi með það þéttleika sem fyrir er. Og svo ef það er eitthvað sérstök ákvæði í aðalskipulaginu þá sjálfsögðu þarf það að uppfylla það. Þegar að eftir að grenndarkynningu í lokið þá er svo sem sama ferli sem fyrir stað eins og á auglýsingatíma á deiliskipulagi að það er unnið þá úr þeim athugasemdum ef athugasemdir berast. Stundum er það þannig að það berast engar athugasemdir og þá svo sem er bara góða máli frá skipulaginu. Þetta fer sjálfsög upp í skipulags- og samgönguráð. En ef það eru athugasemdir þá er þeim svarað í umsögn sem er síðan samþykktar af ráðinu og það kann að koma einmitt til einhverja breytinga. Ef þetta eru mjög miklar athugasemdir sem eiga rétt á sér þá getur það komið jafnvel líka til þess að einfaldlega að erindum sé synjað og þá er byggingarleyfis umsækjanda ekkert annað í stöðunni en að reyna þá að útfæra hugmyndina með einhverjum hætti þannig að hún geti samrýmst því sem að menn sætta sig við í hverfinu. Þá sé umsögn skipulagsfulltrúa samþykkt þá er málið sent síðan til byggingarfulltrúa aftur bara til fullnaðarafgreiðslu sem felst þá í raun því að samþykkja byggingaráformin og gefa síðan út byggingarleyfi í framhaldinu þegar búið er að uppfylla önnur ákvæði laganna. Þá erum við komin að síðustu glærunni. Það er þessi mál sem spurt var hafa sérstaklega óskað eftir upplýsingum stöðu á nokkrum reitum í Vesturbænum. Björgvin? Já. Já, kannski bara aðeins áður en við kannski tökum það að kannski bara að því eins og við ræddum aðeins við Björgvin og þið kannski áttu ykkur á gegnum þessa kynningu og við viljum kannski svolítið hnykkja á því að það er í rauninni skipulagsferlið sem er það ferlið þar sem að mikilvægt er að þeir sem vilja beita sér og koma sínu sjónarmiðum á framfæri varðandi þróun í sínu hverfi eða annars staðar taki þátt og því miður þá þekkjum við það náttúrulega dálítið oft að fólk kannski lætur skipulagsferli fram hjá sér fara en hefur auðvitað skoðanir og sjónarmið og langar svo að koma þeim á framfæri þegar það jafnvel er orðið of seint. Og þannig að við kannski getum ekki nægjanlega hnykkt á því hversu mikilvægt er að fylgjast einmitt með málum þegar þau eru eins og deiliskipulagsstiginu. Nú ef að eins og Björgvin var að rekja, ef að það eru breytingar einhvers staðar þar sem ekki er gildi deiliskipulag og í staðinn er að fara fram grenndarkynning sem er auðvitað ígildi deiliskipulags þá í því tilfelli, að þá er það í rauninni vettvangurinn til þess að koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Og því að eins og Björgvin nefndi að þegar svo komið er í það að gefa út byggingarleyfi þegar deiliskipulag eða grenndarkynning og niðurstöður hennar liggur fyrir að þá er í rauninni byggingarfulltrúinn eða skipulagsfulltrúi ef það er að ræða framkvæmdaleyfi. Þá er í rauninni þeirra hendur mjög bundnar og mjög takmarkað sem að þeir geti í rauninni gert breytt út frá, það liggur bara fyrir deiliskipulag eða grenndarkynning, það heimilar eitthvað ákveðið og það er í rauninni bara þeirra að meta hvort það sé uppfyllt eða ekki. Þannig að það er orðið dálítið seint að ætla að bregðast við þá. Og þannig að þetta er bara, við viljum bara leggja kannski ekstra mikla áherslu á þetta og í því samhengi líka bara nefna að það er alltaf meira og meira það, sérstaklega þegar við ræðum einhver svona stærri mál. Þetta eru
sumar deiliskipulagsbreytingar eru bara pínu litlar. Það getur verið eitthvað sem skiptir í rauninni engan máli nema viðkomandi lóðar hafa, eitthvað þannig. En sumar auðvitað skipta máli fyrir aðra í kring og það er auðvitað meira og meira, sérstaklega með stærri breytingar farið að gera því að kynna meira heldur en lögin gera kröfu halda til dæmis íbúafundi, það er til dæmis nokkrir íbúafundir, sem sagt, eða ekki íbúafundir, heldur kynningarfundir rauninni, við haldnir á með streymi, til dæmis núna síðustu mánuðum í COVID og eins er það eitthvað sem að sko skipulagsfulltrúi er mjög áfram og er að skoða núna meðal annars í rauninni hvernig megi auka jafnvel svona bara tæknina í þessum til þess að hjálpa okkur í þessu og gera fólki auðveldara jafnvel að taka þátt í samráðsferlum með gegnum jafnvel eins og þessa rafrænu miðla sem við höfum og það eru þetta endalaust verkefni fyrir okkur eins og aðra sem að vinna með svona lögbundin samráðsferli að við þurfum á hverjum tíma alltaf að hugsa hvernig náum við til fólks. Hvernig getum við vakið áhuga fólks á því sem er í gangi á þeim tíma sem það þyrfti að vera meðvitað það. Þannig að því að nú er þið íbúaráð og auðvitað kannski einhver leyti í nánari tengslu við íbúa hverju sem heldur við á öllum tímum og þá viljum við gjarna bara hnykkja á þessu að þetta er afar mikilvægt. Að því sögðu þá er spurning hvort að Björgvin kannski rennir yfir þarna þessi sérstöku mál sem þið spurt og svo ef þið eru með einhverjar spurningar þá væri bara gaman að svara þeim. Já, ég vil bara taka undir þetta með Glói að það er einmitt bara leggja áherslu á að það er á skipulagsferlinu sem að fólk getur látið heyra í sér og það er oft leiðilegt að heyra að fólk er að vakna upp þegar byrjað er að byggja, þá erum við búin að gefa út byggingaleyfi og þá hefur allt ferli farið fram hjá fólki og það var einmitt þetta sem að menn voru svolítið að reyna að koma í veg fyrir með því að byrja að senda út þessi dreifibréf og kannski skjóta því inn að Reykjavík var fyrsta sveitarfélagi sem svo ég viti til sem að byrja á þessu og ég veit þess að önnur sveitarfélög hérna á höfuðborgarsvæðinu hafa síðan í framhaldinu því tekið það sama upp og ég þekki bara sjálfur að eigi raun að hafa fengið svona bréf inn og ég hef ekki vitað deiliskipulagsbreytingu bara í mínu nágrenni þannig að þetta er ákaflega gott en þetta er aldrei hægt að koma í veg fyrir eitthvað farið fram hjá mönnum en stundum er talað að sko menn talja það að grenndarkynning sé svona skrefið lægra heldur en auglýsing það stundum borið á því að ég vil kalla þeim misskilningi vegna þess að í raun og veru er grenndarkynning betra gagnvart sko íbúanum vegna þess að hann fær send gögnin heim til sín og það eru auðvitað margfalt minni líkur á því að máli fari fram hjá honum heldur en auglýsing með opinberum hætti. En varðandi þessi mál þá aflaði ég upplýsingar varðandi Héðinsreitin, Bíkóreitin og Vesturbuktina og þetta er nú nokkuð svo sem þetta er það sem er að gerast. Varðandi Héðinsreitin það er það deiliskipulag í grunni frá 2007 sem hefur verið breytt nú síðast 2019. Þarna er hafin uppbygging á 102 íbúðum á lóðinni Seljavegur 2, búið að gefa út byggingaleyfi og áætluð verklok lok árs 2022. Nú við ánanausti verið að hanna 228 íbúðir og það er ekki búið að samþykkja byggingaleyfi þannig að það er ekki hafnar framkvæmdi þar. Hvað varðar byggingarhorni Seljavegar á Vesturgötu þá einu upplýsingar sem ég fékk voru þær að það er ekki vitað í raun og veru hver nákvæmlega staðan þar hvenær menn áætla að hefja uppbyggingu. Varðandi Bíkóreitin, það er í grunni deiliskipulag 2006 síðan sem hefur verið breytt nokkrum sinnum síðast 2020 og þar er komið útgefið byggingaleyfi fyrir 4 húsum alls 83 fermetrar, 83 íbúðir fyrirgefið og sömuleiðis niðurrifs heimild á eldra húsnæði sem að mér skilst að sé að megni til lokið. Það er gert ráð fyrir á þessum reit að það sé verslun og þjónusturými á fyrstu hæð sem snýr út að Hringbrautinni. Og varðandi Vesturbuktina að þá er grunnurinn þannig 2007 og það er búin að vera nokkrar breytingar nú síðast 2018. Það er í meðferð hjá skipulagsfulltrúa umsókn breyting á deiliskipulaginu sem er ekki búið að samþykkja og það voru gerðar athugasemdir við hugmyndirnar skilst mér og verið að kalla eftir svo sem bara nýjum hugmyndum en þau ganga svona út á það á reið 3 að fjölga íbúðum 20 sem og að raðhúsum á reið 4 verið breytt yfir í fjölbýlishús. Þetta er svo sem í vinnslu og ekki komin endilega ástæða hvað verður auglýst
varðandi þessa reiti. Takk fyrir þetta. Er það búið? Erum við komin að spurningum núna? Já, þetta er komið hjá okkur. Þá vil ég spyrja hvort að einhverjir með spurningar í ráðinu? Ég er með nokkrar spurningar, en einhver sem vill fá orðið fyrst? Þá byrja ég bara, mér langar að spyrja, ég er nú arkitekt og líka verið að vinna mikið í þessu og þekki til líka erlendis og þar tíðkast mjög að byggingar séu grenndarkynntar aftur þótt að það liggi fyrir deiliskipulag og fólk hefur möguleika á því að koma með athugasemdir út af því að það þótt að það sé deiliskipulag þá þetta að útfæra bygginguna á milljón mismunandi hátt samkvæmt sama deiliskipulagi. Deiliskipulagi tekur ekki fyrir hvernig húsið lítur út og það getur haft áhrif á umhverfið og fólk. Í rauninni má húsið þess að vera bleikt með rauðum röndum ef það stendur ekki í deiliskipulaginu þá má það vera svoleiðis. Og það er ekkert hægt að segja við því ef byggingarleyfið er lagt inn eða það er gert. En samt eðlilegt að slíkt fari í deiliskipulag. Og mér langar að spyrja ykkur, er einhver möguleiki á Íslandi gagnvart reglugerð eða fyrir sveitarfélagið að taka upp slíka hefð að deiliskipulag, sérstaklega stærri byggingar, þótt að það sé grenndarkynnaðar, þótt að það sé búið að deiliskipulag. Skipulegja, grenndarkynna aðaltekningar. Á ég taka þetta klói? Já. Sko, staðan er svo að það er ekki gert ráð fyrir því að ef það liggur fyrir deiliskipulag og húsið sem er fyrir að reisa og sótt byggingarleyfi fyrir, ef það er hannað í samræmi við forsendur deiliskipulagsins og þá skilmála sem að þar gilda, þá gera lögin ekki ráð fyrir því að það sé hægt að grenndarkynna slíka byggingarleyfi eins og. Ef að byggingi fyrir út fyrir það sem að skipulagið heimilar þá einfaldlega fæst ekki útgefið byggingarleyfi og menn verða þá að hanna sig innan skilmála, öðru kosti að fara þá og óska eftir breytingu á deiliskipulaginu og þá fyrst, sko, þá í raun og veru gæti komið til þess að yrði grenndarkynnt þessi breyting, en það er þó á grundvelli þessara breytingar. Þannig að það er ekki gert, stuttasvarið nei, það er ekki gert ráð fyrir því í lögunum að það fari fram svona grenndarkynningar sem þú lýsir. Kannski bara bæta við að, má ég kannski bara rétt að bæta við að með þeim fyrirvara er einhver dæmi kannski eldri deiliskipulag sem að uppfylla ekki allar kröfur en það eru þetta í deiliskipulagi í dag, það er náttúrulega kveðið á sko, það er svona almennu rammi sko varðandi byggingar, þú veist, hæð húsa, jafnvel, þú veist, kvisti og svona ytra yfirbragð. Þannig að þetta er ekki alveg svona, menn hafa ekki alveg frjálsar hendur sko. Þú veist að deiliskipulagið tekur gjarnan á þessu, það er ákveðið svona yfirbragð á viðkomandi hverfi, götu eða hvað það er sko. Jafnvel skilmálar gróður og hlutfall gróðurs og lóð, það er orðið algengt að það er komið inn í skilmála deiliskipulags. Já, en það er heldur ekki gott að þeir sem eru að deiliskipuleggja séu að hanna húsin fyrir hönnun arkitektin sem kemur síðar. Og þess vegna eru náttúrulega margt sem er frekar í það áttina að það eigi ekki að deiliskipuleggja of. Út af því að það er náttúrulega þess vegna líka nýtingarhlutfallið sem segir til hver stærðin á byggingunni eigi hlutfallslega að vera en ekki hvernig hún er brotin upp. Og það er hægt að brjóta vel upp og það er hægt að brjóta illa upp og við höfum náttúrulega margt hérna sem sýnir að byggingarnar eru kannski ekki mjög huggulegar út af því að fyrir framkvæmdar aðalega, sérstaklega að það eru fjárfestar, þá skiptir öllu máli að sé sem flesti fermetrar. Og það er alls ekki út af neinu að erlendis að allt svona er grenndarkynnt í flestum vestrænum löndum. Getum við gert eitthvað, þurfum við að breyta landslögum? Getur sveitarfélagið ekki breytt sínum lögum til þess að reyna að auka gæðin í sem sagt almennt í byggingum á þennan veg, að íbúar hafa eitthvað það að segja og fara aðalegar það sem er byggt?
Ég held nú, nú ert þú greinilega arkitekt að tala um okkar lögfræðingana, þannig að það eru þetta ólík sjónarmið sem að, maður leggur til grundvallar. En sko eins og Björgvin segir að þá er þetta þannig, við erum þetta bundin að lögum og reglugerð og maður má ekki gleyma því kannski í þessu samhengi að að þegar búið er að samþykkja deiliskipulag og það er kannski lóðarhafi þar sem er með samþykkt deiliskipulag, þá felast þetta í því ákveðnar heimildir til handa þeim lóðarhafa sem ekki verði þá kannski takmarkaðir af honum tekna nema þá að maður hafi til þess skýra lagaheimild. Þannig að Björgvin, þú leiðrétti mig að þú ert ósammála, en ég myndi allavega að líta svo á að við hefum það ekki í hendi okkar að breyta þessu. En mér langar líka að segja, án þess að ég hefði svo sem gert neina svona úttekt eða samanburða á sko deiliskipulag Ísland og annars staðar, að þá veit ég að það er oft umtalað hér að bæði aðalskipulag og deiliskipulag sé mjög nákvæmara heldur en víða annars staðar. Þannig að það má líka vel vera, og nú er ég svo sem, eins og ég segi, ekki sérfræðingur í því og kannski þekkir þú það betur, Heimir, að það má vel vera að það sé þannig annars staðar að deiliskipulag sé minna nákvæmt heldur en hjá okkur og það auðvitað opni þá möguleikann á að þetta sé grenndarkynnt sérstaklega þegar þar að kemur. En þetta eru þetta bara ólík sjónarmið sem vegast á og framkvæmdaraðilar og lóðarhafar, þeir kvarta við því að þetta sé of þungt í vöfum, ferlið sé of langt, þessi of mikla kröfur gerðar til þeirra, stjórnsýslan sé of mikil og svona hefur þessu alltaf verið lent núna, en já, ég meina, lög eru mannanna verk, það er hægt að breyta þeim, en við gerum það ekki. Kannski skjótaði hérna inn að sko náttúrulega þeir lögfræðingar sem fást við þetta hafa oft rætt það að það væri til bóta að ef að heimildir til dæmis í skipulagi væru bara samkvæmt lögum tímabundnar, að því að nú er þannig að skipulagsáætlun eru ótímabundin áætlun og við getum verið að fá byggingarleyfisumsókn kannski á heimildir sem að geta þess vegna verið á 20 ára gamlar eða 30 ára gamlar í deiliskipulagi. Þannig að þá höfum við ekkert annað val það en að veita leyfi ef eftir því er óskað og öðru kosti getur sveitarfélagið verið að kalla yfir sig bótaskyldu ef að allar með einhverjum hætti að taka þessi réttindi af húseiganda. Þannig að borgin er algjörlega bundin af skipulagslögum og reglugerðinni og starfar allt þetta ferli er á grundvelli þeirra. En allt í lagi kannski að nefna ekki líka sko að borgin hefur auðvitað sett þessu sjónarmið fram oftar en einu sinni og síðast í vetur þegar var fyrir þinginu frumvarp til breytingar á skipulagslögum. Að það hefur borgin sett fram til sjónarmið að það sé fyllilega orðið tímabært að endurskoða skipulagslögin í heild sinni og þetta er þá eitt af mörgum þáttum sem þetta sem Björgvin nefndi til dæmis með gildi deiliskipulags, hversu lengi þessar heimildir séu gildi, þetta er eitt af því sem við höfum talið að þyrfti að skoða og ýmislegt fleira reyndar líka en það allavega eins sem komið vitum við ekki til þess að sú heildarendurskoðun sé farin í gang. Takk fyrir þetta. Ég fer svona margt í þessu og það er náttúrulega eins og þið segir með tímaramman er náttúrulega mjög slæmt út af því að það breytist, starfið fólks breytist og íbúða breytist. En það sem við náttúrulega höfum aðalega áhuga á og íbúðarnir er að hvernig getum við bætt aðkomu íbúða og hvernig er þetta að gera meira í vinna betur þannig að við fáum meiri gæði og hérna eru náttúrulega mjög augljóst í rauninni í miðborginni. Þannig að það sem gamla hverfið það er miklu augljóstara heldur en annar stað og þess vegna á kannski meira við það sem gerist í útlöndum hér heldur en í hinum útgörðunum. En ég ætla að gefa öðrum orðið. Ásta, gjörðu svo vel. Hún er með okkar spurningar. Hæ, takk fyrir þetta og takk fyrir kynninguna og verið hérna með okkur. Já, ég með nokkrar spurningar. Þetta er mikið verkefni alltaf að bæta þessi samráðsferli og náttúrulega margt búið að gerast á síðustu árum. Ég er svona kannski, ég er formaður íbúasamtaka Vesturbæjar og hef tekið þátt í, ég er svona notandi af athugasemdakerfinu hjá okkur, kannski bara síðustu 15 ár eða eitthvað. Og þannig að þegar maður hlustar á kynninguna þá dettur manni í hug ýmislegt sem manni finnst bara þyrfti að bæta varðandi aðgengi að upplýsingum og hvernig þetta er kynnt. Það var mjög gott að þið byrjuðu með dreifibréfin en það er margt annað sem var hægt að gera og nú að þið er búið að stofna þessi íbúaráð og þar sitja bæði
borgarfulltrúar og svo við úr grasrótinni, væri það hugmynd að hafa vinnufund með íbúaráðunum, bara allra hverfa og koma með tillögur að umbótum og þá ég bara að tala umbætur á til dæmis hvað kynnt og hvernig það kynnt. Af því að mér finnst svo margt sem væri hægt að bæta og ég held að við lumum öll á hugmyndum það. Mér finnst þetta vera svona búið að vera svo hægt að þróast og maður fær mikið athugasemdum frá íbúum að fólk veit að þetta of seint, fólk veit ekki hvar það á að finna upplýsingarnar, hvenær kemur svarið við athugasemdunum og þeir nefndu áðan að athugasemdirnar eða deiliskipulögin þegar þeir eru komin í þetta, þegar auglýst eftir athugasemdum, eftir það þá verða tillögurnar ekki felldar í rauninni og það er náttúrulega það sem að fólk hefur oft fundið fyrir að það hefur ekki mikil áhrif á þessar deiliskipulagstillögur, vissulega eru stundum breytingar. Þannig að hinn spurningin væri ekki hægt að halda fleiri íbúafundi mun fyrr í ferlinu, til dæmis varðandi alla þessa staði Héðinsreit, Bíkóreit og Vesturbugt var reyndar, það voru haldnir íbúafundir en það var fyrir tilstuðlan íbúasamtakana en núna varðandi Héðinsreit og Bíkóreit, það voru ekki íbúafundir. Og þannig að væri ekki hægt að koma því við fyrr. Það tekur náttúrulega allt tíma og mannauð. Þannig það önnur spurning hvort að við getum ekki reynt að beita okkur í því að saman og þá hvort það á ykkar sviði eða mannréttinda- og lýðræðissviði, ég veit það ekki, að halda svona íbúafundi fyrr. Þannig að raddir íbúa komi þá fyrr í ljós og það sé meira samtal í gangi. Mér langar líka að, það er kannski ekki á ykkar sviði en það er stundum eins og matið á því hvernig deiliskipulagstillögurnar síðan tengjast öðrum reitum í kring, kom ekki nógu vel fram í ferlinu af því þetta er svo afmarkað og þá myndi hverfisskipulagið hjálpa svo mikið og maður er búin að heyra þetta í svo mörg ár núna að Vesturbærinn verið tekinn fyrir síðast, en hverfisskipulag, það orðið eitthvað lögbundið skipulags lag í ferlinu og en auðvitað hlökkum við síðan bara til að það verði komið loksins til okkar, af því þá verður svona heildrænni sýn á hvernig ólíkir reitir tengjast og íbúar fá hafa það að segja. Ég held að þetta sé bara í bili, fínt, takk. Ég vona að ég gleymi engu en þú bara minnir mig það á ef eitthvað sem verður út undan, en fyrst bara svona almennt varðandi samráðið, þá það auðvitað alveg klárlega þannig, ég tek bara fyrir undir það með þér að sko samráð eitthvað sem þarf alltaf að vera lifandi og við þurfum auðvitað að vera vakandi fyrir að bæta og breyta og með það fyrir auðvitað augum að ná sem best til þeirra sem að ætlunin að ná til með samráðinu og það auðvitað allir þeir sem mögulega hafa áhuga eða einhver sjónarmið sem vilja koma á framfæri þegar við erum að taka ákvörðun sem að samráðið snýr Að því sögðu þá okkur auðvitað líka einhverjar skorður setta varðandi þann tíma sem fer í hvert verkefni og svo framvegis og eins og ég nefndi áðan þá þetta svona ákveðin þetta kannski annars vegar milli þeirra sem að vilja láta breyta skipulagi og fá sínar heimildir og fara áfram í framkvæmdir og svo hinna þannig að það þarf auðvitað að vera ykkur meðalveg í þessu. Það ýmiss konar vinna í gangi bæði hjá borginu og sviðinu sem snýra þessi. Fyrsta lagi langar mér nú bara að nefna að eftir því sem ég best veit að þá verið að vinna nýjan vef fyrir borgina sem að ég held ég fari rétt með að fara í lofti seinna þessu ári og eins erum við líka að vinna því að taka upp nýtt upplýsingar og skjalakerfi og allt hangir þetta svolítið saman. Við höfum verið að vinna svolítið gamaldags kerfum sem hefur ekki hjálpað og ég veit að eins og þú nefnir að fólk er stundum erfiðleikum með að finna upplýsingar, það vefurinn okkar er kannski ekki alveg nógu aðgengilegur alltaf. Við höfum mikinn áhuga á þessu sviði og svo sem öðrum sviðum líka að gera mikið átak í þessi rafrænu þjónustu og þá ekki síst það sem snýr að samráðinu og skipulagsfulltrúi hefur sérstakann áhuga á því. Hann hefur meðal annars verið að skoða möguleika á svona sérstakri samráðsgátt varðandi fyrir skipulagsmálin. Mér finnst bara einhver svona samráðsfundur vera fín hugmynd. Ég held að við Björgvin í rauninni myndum bara
bera þá tillögu áfram til skipulagsfulltrúa og svo sjáum við hvað kemur út úr því, en allar bara hugmyndir eru góðar og þannig að það er bara fínt. Varðandi hverfisskipulagið að þá er það vissilega þannig að Vesturbærinn miðbærinn og Vesturbærinn það er síðustu hverfin í röðinni. Og það kemur rauninni til af því að þetta eru svo gömul hverfi og það er svo mikil vinna sem þarf að fara í þarna varðandi að teikna upp lóðir og fleira til þess að hægt sé að klára eða í rauninni fara af stað með hverfisskipulagið. Og það er gert ráð fyrir að byrja á næsta ári. Ég held að sé alveg mögulegt að því gæti hugsanlega seinkað eitthvað bara með hvernig gengur annars staðar. En ég verð samt að segja að þetta er alveg frábærlega skemmtileg verkefni, þessi hverfisskipulagsverkefni. Við settum þarna inn í glærurnar sem að mér skilst að fara inn í fundargerð hjá okkur og settum við hlekkin á hverfisskipulagssíðuna og þar er þetta að sjá alls konar leiðbeiningar og annars munu þetta verða nýttar sem voru búnar til við fyrsta hverfisskipulagið fyrir Árbæ og Ártúnsholt og er svo nýtt áfram fyrir öll hin hverfin. Og hverfisskipulagið er í rauninni lögbundið og hefur bara sama gildi og deiliskipulag. Og það sem eins og Björgun nefndi þess þarna áðan að það sem í rauninni stendur til þá gerir að það er í rauninni eins og verður þá deiliskipulagi heilt hverfi og það sem að reynt er bara að horfa til þess að svona svolítið skipulagi til langs tíma setja inn til dæmis heimildir til ýmissa stækkana, jafnvel sveigjanleika varðandi nýtingu og húsnæði og þess háttar. Þannig að fólk þurfi svo ekki að fara og sækja sér einhverja einstaka deiliskipulagsbreytingu með tilheyrandi mörg 100.000 króna kostnaði kannski við að láta gera uppdrætti og svo framvegis þegar og ef það vill kannski nýta sína eign eða sína lóð með einhverjum aðeins öðrum hætti heldur en að gert hingað til. Og það hefur í þessari hverfisskipulagsvinnu verið farið í alveg gríðarlega ítarlegt samráð og til dæmis eins og í Breiðholtinu þar sem að sú vinna hefur í gangi þar hefur verið farið fyrir utan allt þetta hefðbundna samráð sem er að auglýsa tillögurnar bæði á netinu og láta liggja frammi og allt svoleiðis halda fundi og fleira. Það hafa til dæmis hverfisskipulagsteymið hefur til dæmis verið á nokkrum svona mannmörgum tímum til dæmis í göngugötunni Mjódd og fleira og tekið frumkvæði að því að ganga að fólki og spyrja það og fá það til þess að kannski að spjalla við sig til að heyra þeirra sjónarmið. Það hefur verið til dæmis í Breiðholtinu gert sérstakt átak til að reyna að ná til erlendra íbúa sem almennt og það er eitt þeim málum sem við erum að skoða hjá okkur almennt að þeir taka almennt mjög litla þátt í svona samráðsferlum og það eru þetta áhyggjuefni eftir því sem að þeir verða stærri hluti af íbúum borgarinnar. Þannig að það er margt gott búið að gera í hverfisskipulagsvinnunni sem ég held að muni kannski líka svona leiða svolítið inn í samráð annars staðar. En af því sögðu þá held ég að þetta sé kannski samtal sem verða eiga við skipulagsfulltrúa sjálfan. Þannig að við kannski bara berum honum þau skilaboð að þetta sé eitthvað sem þið hafa áhuga á að ræða málin nánar og sjáum hvað kemur út í. Var eitthvað sem ég gleymdi, Ásta? Nei, takk fyrir. Þetta svaraði því sem ég var búin að byrja. Já, þetta er nefnilega að því að ég þekki þetta með hverfisskipulagið og þess vegna er maður búin að bíða mjög spenntur eftir því. Þannig að það er spurningin hvort að þetta er náttúrulega þá frekar ekki til ykkar, þið hafa ekki stjórnið því, en það er hvort að sé bara nógu mikil áhersla þá á þessu samráði sett í það, því það virðist ekki vera nægur tími eða bara mannauður til þess að sinna þessu sem skyldi og þá er svona svolítið misjafnt hversu vel mál eru kynnt. Og þá vil ég líka nefna að því að eins og til dæmis með Bíkoreit, þá liggur hann upp að Vesturbæjarskóla og þar er einn af okkar grunnskólum og það var ekkert samráð við skólan og athugasemdir sem komu frá skólanum þeim var bara svarað mjög staðlað. Þannig að það var ekkert samráð um það hvernig tengingar við skólinn nýtir strandlengina, þannig að þarna vantaði eitthvað inn í ferlið greinilega. Og síðan líka varðandi þegar það verið að skipuleggja bara útisvæði, þá hvernig þau eru grenndarkynnt. Þú mætti kannski aðeins svara því. Ég veit ekki hvort það er inn á eitthvað sviði, eins og þegar verið að gera við stíginn hérna niðri Ánanaustum, þá var það í rauninni ekkert kynnt og þegar steinhrúðurnar komu, fólk var svolítið svona, brá mjög við og síðan fór að leita að upplýsingum náttúrulega, þannig að það var mjög mikið rætt á samfélagsmiðlunum. Þannig að það er svona eitt sem er ekki
kynnt nógu vel eða rætt, því mér þurfa að gera skýrari mun á því að kynna hlutina og að halda íbúafundi þar sem verið að ræða þá áður að búa ákveðelt. Og já, þannig það þetta, og svo langar mér líka að spyrja varðandi Betri Reykjavík, hvort að það ekki, að því þetta virkar stundum svolítið eins og 2 kerfi. Þannig að Betri Reykjavík svolítið svona fá hugmyndirnar, betri hverfi, fá hugmyndirnar fram, en svo mörg mál þar sem að falla undir umhverfis- og skipulagssvið. Þannig að ef það væri bara hægt að samnýta þetta einhvern veginn og einmitt eins og með einhverju samráðsgátt og hafa þetta þá, tengja þetta betur saman. Því þar alltaf verið að ræða aftur Hagatorg og Vesturbæjarlaug, svæði þar í kring og þetta verður svolítið svona eins og eitthvað bara svona sýndar díalógur og svo hægt að grafa það upp af og til og en já, þannig ég held að vera hægt að nýta þetta, ég veit að það samtal milli ykkar og Mannréttinda- og lýðræðisráðs, en ég held að gæti verið miklu skilvirkara. Já, ég segi bara eins og áður, sko, ég held að þetta sé bara svona málaflokkur þar sem alltaf hægt að gera betur og við þurfum bara stanslaust að vera á varðbergi með það og allar ábendingar eru góðar. Ég þekki náttúrulega ekki þessi einstökum mál, kannski svo nefnir, en almennt til dæmis verður að leggja hjólastíga, þá það eitthvað sem ætti að eiga sér væntanlega grunn í til dæmis deiliskipulagi og þá kannski komum við aftur að því sem við nefndum áðan að þetta stundum svolítið flókið að þetta samráðsferli svolítið þar og svo þegar kemur að sjálfum framkvæmdunum að kannski það allt löngu liðið og þannig að við viljum auðvitað reyna að beina sjónum íbúa sem mest að þeim svona því tímabili þar sem að samráðið á sér stað. En ég held varandi sko bara eins og Betri Reykjavík, ég alveg sammála því og ég held að það sé nú til einhverja þá vefur heyrir náttúrulega ekki beint undir okkur en það mikið erindum það sem hafa komið samt til okkar og komið til dæmis til skipulags- og samgönguráðs og umhverfis- og heilbrigðisráðs og og það eru þetta ýmis mál þar sem að hafa orðið svo að raunveruleika inn í kerfinu, annarkvort breytt eða óbreytt og ég held til dæmis ég fari rétt með það að til dæmis þessi Hagatorgs hugmynd sem eins og þú réttilega nefnir hefur ítrekað komið fram sé núna komin inn í eitthvað skoðunarferli og og það ýmislegt bæði stórt og smátt sem hefur komið gegnum Betri Reykjavík það líka óbúslega mikið hugmyndir sem hafa komið þar og þar hafa vissulega ekki allar farið í einhverja formlega meðferð og þetta bara eitthvað sem við erum að skoða svona innan borgarkerfisins, þetta svo ólíku gáttir og hver ber ábyrgð að taka þetta áfram og svo framvegis. Við erum með ábendingavef hjá borginni, þar koma, man ekki tæplega 6.500 minni mig, ábendingur á ári, ég held að ég fari rétt með 85% af þeim koma til umhverfis- og skipulagssviðs, þannig það eru þá hátt í 6.000 ábendingar á hverju ári, þannig að þið sjáu að við náttúrulega fá alveg gríðarlega mikið af erindum ábendingum. Sumar þessar ábendingar eru þetta bara einfaldar, kannski benda okkur á að það þurfa að skipta ruslastamp einhver staðar eitthvað svoleiðis, en þetta getur líka verið eitthvað miklu stærra erindi og þar sem verður að gera kröfur einhverja framkvæmdir eða breytingar og svo framvegis. Þannig að við fáum mikið erindum, við gerum okkar besta til þess að bregðast við þeim og svara, en þau eru mjög mörg og það mjög erfitt og í rauninu ómögulegt með að við þá stöð sem við erum í að ætla að gefa öllu mjög mikinn tíma og mikla athygli, en við vissulega gerum okkar besta í því. Og eins held ég sem með samráðsmálin, það alltaf hægt að gera betur og eins og ég segi, ég veit að skipulagsfulltrúi sérstaklega að skoða núna bara möguleikana að nýta þessar rafrænu miðla til dæmis. Meðal annars vegna þess að það ákveðin samfélagshópur eins og yngra fólk sem næst ekki svo vel í þessum samráðsferlum og þannig það bara vinna sem í gangi en bara já, það má alltaf gera betur, ekki spurning. Takk fyrir þetta. Við þurfum að halda áfram kannski á næstu spurninga. Já, þetta bara svara Birgir varðandi gáttirnar að það bara mjög gott að heyra að það sé verið að vinna í þeim af því að það hefur náttúrulega komið fram að það eru of margar gáttir og hver og ein kannski ágætt en fólk veit ekki hvort það á nota ábendingargáttina og fólk veit ekki af athugasemdaferlinu í deiliskipulagstillegna ferlinu, þannig að ég held að sé og við höfum rætt á hér í ráðinu að það til skýrsla að gáttirnar eru of óskýrar og óskilvirkar, þannig að það bara frábært að fá að fylgjast betur áfram með því og það náttúrulega síðan önnur deild hvernig það áttur að batna. Takk.
Já, takk. En þetta tengist náttúrulega allt því að framkvæmdir eru ekki grenndarkynntar og það ekki möguleiki fyrir fólk að vita þegar framkvæmdir að búa deiliskipuleggja svæði, þá engin grenndarkynning, þannig að fólk getur sent inn að það athugasemdir sem það vill í gegnum einhverja gátt, það ekki tekið, skiptir ekki máli. Það þarf að gefa þeim rétt á því að koma með athugasemdir til þess að taka það fyrir. Og það er náttúrulega það sem ég var að tala áðan, það er náttúrulega lífsnauðsynlegt að það sé möguleiki á athugasemdum varðandi byggingarleyfis umsóknir í mörgum tilvikum. En við verðum að halda áfram. Skúli Helgason var að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Skúli. Já, takk. Bara að þakka ykkur kærlega Glói og Björgvin fyrir ykkar góðu kynningar. Bara frábær umræða hér einmitt samráðið og þetta lýðræðislegu ferðlagaskip má bæta því inn til ykkar ástafaðir í ráðinu að það einmitt verið að móta núna lýðræðisstefnu borgarinnar og það tengist auðvitað mjög náið inn í þessar lýðræðisgáttir sem að þið það verið að benda á. Þannig að bæði eigum við þessi grunngögn sem að benda á að viðmótið gagnvart íbúunum að margra mati og flókið. Þetta eru margar gáttir, það getur verið svolítið flókið og erfitt að átta sig á því hvaða farveg maður á að nota í hverju tilviki fyrir sig. En þetta mjög aktív vinna á þessi lýðræðisstefna. Ég reikna með því að hún verði tilbúin í drögum á þessu vori og fari þá einmitt út til umsagnar íbúaráðanna. Þannig að menn geta byrjað að láta sig hlakka til að taka það samtal. Ég var kannski bara með 2 spurningar. Í fyrsta lagi, að því þú nefndir Glói þetta með íbúafundina og svona það sem að þó hefur verið jákvætt í þessu ferli sem tengist COVID að það hefur kannski að einhverju leyti skapað þá óvæntu stöðu að samráðið að sumu leyti meira eða það er auðveldara að koma á samráði við íbúana í gegnum ýmiss konar fjarfundi eins og þennan sem við erum að nýta núna. Og mín spurning var annars vegar varðandi þetta hvort að það séu að verða til hjá ykkur einhver svona viðmið það hvenær sé eðlilegt og rétt að nota þetta form, íbúafundaformið og kannski í öðru lagi ekki íbúaráðin einmitt mjög góður vettvangur til þess að nýta þetta form. Og það sé svona kannski hinn eðlilegi fyrsti viðkomustaður ef að kemur upp hugmyndum að fara í íbúafund og þannig að það var spurningin í hvers kyns framkvæmdum eða áætlunum rétt að grípa til þessa lýðræðislega tækis. Og hin spurningin allt annars eðli sem bara langaði að nota tækifærið því ég með ykkur og spurja aðeins eignarlóðir, fyrirbæri eignarlóðir í borgarlandinu og sérstaklega því að maður stundum fengið þessa fyrirspurnir sem kjörinn fulltrúi og bara með því að ganga svona gamla bæinn, vesturbæinn og miðbæinn þá eru svona alltaf ein og ein auð lóð sem að hafa ekki verið nýttar, sem eru í einkaeigu, ekki nýttar og líða jafnvel ár og stundum áratugir á þess að nokkuð sé byggt á þessum lóðum. Maður velti fyrir sér bara áhugaverð lögfræðileg spurning. Auðvitað eignarrétturinn varinn í stjórnarskránni en eru hendur borgarinnar algjörlega bundnar varðandi það að svona stíga einhver skref í þá átt að hvetja eða knýja eigendur lóða sem ekki hefur verið byggt á jafnvel í mjög langan tíma til þess að annarkvort hefjast handa eða þá ráðstafa þeim til annarra sem að geta þá nýtt þessar lóðir. Takk fyrir. Já, kannski segi fyrst bara, og Björgvin, þú bæti við ef að þú veist betur, en ég held að almennt kannski varðandi fundina að það hefur svo sem ekki verið kannski tekin einn svona ákvörðun upp á framhaldi eftir COVID, hvað verið gert varðandi fjarfundi, en það er vissulega verið rætt svona óformlega að þetta að mörgu leyti gott form, svona fjarfundir, það er auðvelt að mæta á það og það er líka sumu leyti kannski auðvelt til dæmis að bera fram spurningar sem eitthvað sem ekki öllum finnst auðvelt að gera, að standa upp á 200 manna fundi og þurfa jafnvel að koma í púlt og eitthvað svoleiðis, en þarna boðið upp á fólk bara skrifa inn spurningar í chatti og þannig að þetta svona leið sem að kannski hentar allavega sumum betur heldur en þessi hefðbundnu
íbúafundir. Þannig að ég held að við eigum alveg eftir að þetta verði meira nýtt líka eftir COVID og verður kannski þá einhverju blöndu við svona hefðbundnari fundi. Varðandi matið á því hvenær þeir eru haldnir, þá það þetta í höndum skipulagsfulltrúa hverju sinni að meta hvort að þetta sé sér breytingu sé annarkvort það umfangsmikil eða jafnvel það umdeild eða eitthvað svoleiðis, ástæða sé til að halda fund og ég get kannski ekki alveg sagt nákvæmlega hvert viðmiðið þar. Ég held að eins og hún nefndi á hún ástæða, þetta annars vegar þetta vegna þess að það þá bara litið svo á þetta sé það umfangsmikið og mér dettur nú til dæmis að síðasta sem ég man eftir var til dæmis Elliðaárdalurinn sem náttúrulega stórt og mikið svæði sem að margir hafa skoðun á og það var haldinn fundur til dæmis þá deiliskipulagsbreyting sem tengdist því. En svo held ég líka eins og Ásta nefndi að þegar hefur verið kallað eftir því, það hafa stundum verið haldnir fundir. Þannig að það getur verið annarkvort að skipulagsfulltrúi metur að það sé þörf á því eða að það hefur komið fram ósk það og það orðið við því. Viltu bæta ykkur við þetta, Björgvin? Nei, svo sem jú, þetta sikkert eins og lýsir þessu. Og en hitt, og þú nefndi hvort að íbúðarráðin var þá ekki góður vettvangur, ég skal ekki segja, ég held að það væri bara ágætt að eiga meira samtal þetta og eins og ég segi, ég held að við kannski Björgvin munum bara bera þetta svolítið áfram til skipulagsfulltrúa eftir þennan fund og hver veit hvað kemur út af því. En varðandi eignalóðirnar, að þá ég nú kannski ekki sérfræðingur í því, en ég held að það hljóta náttúrulega kannski að fara eftir aðstæðan hverju sinni, náttúrulega ef að lóðir í einkaeigu, að þá í sjálfu sér hefur borgin ekki sérstakar heimildir til þess að taka hana eignarnámi eða eitthvað þess háttar. En þetta nú svo sem ekki kannski svo algengt lengur, þetta eru yfirleitt nokkra gamla lóðir í eins og gamla bænum. En Björgvin, kannast þú eitthvað einhver svona mál? Nei, svo sem man ekki eftir neinu málum en þetta sveitarfélag hefur auðvitað skipulagsréttin á þessum lóðum og getur auðvitað veitt einhverjar uppbyggingar heimildir og stundum eru kannski engar heimildir í gildi og einmitt ekki deiluskipulag neitt, þannig að þetta það kannski eitthvað samtal sem menn þurfa bara að eiga við lóðarhafa ef menn vilja knýja uppbyggingu en auðvitað ef lóðarhafi hefur ekki áhuga á því að gera það, þá eru engin sérstök úrræði eða vopn sem að sveitarfélögin hafa, ekki nema það sé þá í mögulegi lóðarleg, nei þetta ekki lóðarleg, þetta eignarlóð, þannig að nei, ég sé ekki neitt en ekki nema þá að taka það bara eignarnámi og að uppfylltum öðrum skilyrðum í hvað það varðar Og ég man einmitt eftir ykkur nokkru lóður sem einmitt búin að voru lengi en við tókum síðan upp eitthvað samtal og hvort það ekki gott að orðið ykkur uppbygging á þeim. Takk fyrir þetta. Björn, líka með nokkrar spurningar. Gjörðu svo vel, Björn. Já, það búið að adressera þær spurningar sem ég var með. Ég vildi bara þakka fyrir mjög áhugaverðan skemmtilegan fyrirlestur hjá Björgvin og Glóey og vildi bara vera viss að PowerPointið að það komist til okkar og ég skilst á Glóey að hún verið bara hengt þessna við fundagerðin eitthvað slíkt. Mér langilega að framsenda þetta í grasrótina mína. Bara takk fyrir mjög áhugaverða kynningu og mjög áhugaverðar umræður. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Ég veit ekki hvort það eru fleiri spurningar. Ég var með eina svona í lokin varðandi grenndarkynningu. Ég veit að það kemur stundum fyrir þegar verið að kynna breytingar á deiliskipulagi og grenndarkynna að eins og við vorum að tala að færi fram hjá fólki. Það oft gert erlendis, það eru sett skilti fyrir framan hús þar sem verið að grenndarkynna sem standa í 2 vikur. Hefur það eitthvað komið til umræðu hér? Gætu við fengið svona skilti til dæmis í Vesturbænum? Ég veit ekki til þess að það kom til umræðu en eins og hann nefndi á hana Björgvin að það sem kannski kostur við grenndarkynningu umfram eins og deiliskipulagskynningarstundum eða auglýsingar að þegar að grenndarkynningu þá fá allir nágrannis, allir þeir sem skilgreindir eru í grendinni við þá framkvæmdi að það sem stendur til að gera, þeir fá bréf
og gögnin öll send heim. Þannig að það svona kostur við grenndarkynningunni í dag að hún beinist að þá öllum nágrönnum og þannig að það kannski litlar líkur á að það fari fram hjá fólki. Það miklu meiri líkur kannski á að deiliskipulagssamráði geti farið fram hjá fólki með því að vera auglýst með meira almennum hætti. Og þess vegna, eins og Björgvin nefndi áðan, var tekið upp sá siður hjá skipulaginu að senda út þessi bréf líka. Þess að vekja athygli fólks á kynningarferlinu sem væri í gangi. Ég man nú ekki hvort að við höfum einhvern veginn sett upp einhver skilti eða hvort að yfir hefur komið til umræðu, en við getum alveg tekið þessa tillögu líka bara til skipulagsfulltrúans og byggingarfulltrúans. Ég leiti nú bara persónulega í því til dæmis að það var þarnæsta hús, það var ekki sendt, það var breyting á því hjá mér en ekki sendt inn auglýsing. Út af því að það líka náttúrulega fólk, stundum hús hinum með við götun eða stundum fólk bara athugasemdir út frá vill vita og síðan að vita tímaramman sem eru kannski á stærri byggingum, til dæmis eins og Héðinshúsið, deiliskipulagið þar. Það náttúrulega á við allt hverfið, það ekki hægt að senda á alla eins og þú segir, það svona stærri byggingar og þá náttúrulega verður mjög áhugavert að vera með bara skilti á lóðinni sem segir hvenær verið að deiliskipuleggja og svoleiðis, þannig að það getur fólks fylgst með. Kannski skjótaði hérna inn að þegar að ræða grenndarkynningu að þá þetta skipulagsfulltrúi búin að leggja mat á það hverju hann telji eigi hagsmuni að gæta, lögvara hagsmuni. Og þess vegna verið að kalla eftir athugasemdum þeirra og má kannski segja að það sé svo lokaðra ferli heldur en þessi auglýsingaferli því að það verður skiptir einhver máli hvar þú ert búsettur á landinu, þú getur komið með athugasemd. En mér langar að skjóta því inn hérna að það var tekin upp svo nýbreytni fyrir nokkrum árum síðan hjá byggingarfulltrúa að við allar stærri framkvæmdir að þá gerð krafa til þess að það sé sett skilti upp það sem að almenningur upplýst það hvað verið að fara að eiga sér stað á lóðinni en það sjálfsögðu þegar að hið eiginlega byggingarleyfi komið í höfn og menn eru farnir að steypa þá svona skilti sett upp að þetta eingöngu í stærri framkvæmdum þar sem verið að byggja heilu húsin blokkinnar eða skrifstofuhúsnæðin eða eitthvað slíkt. Já, ég veit þess og þess vegna finnst mér út að þetta gert erlendis, það verið að, þegar ég tala grenndarkynningu þá ég tala auglýsingu og grenndarkynningu hvort sem það bara að vera að leggja inn biðja athugasemdir og eins og þú sagði skipulagsfulltrúi hefur sent athugasemdir í næstu hús í kring en ekki það næsta hús en það kemur skuggi og það hefur áhrif á fólk. Þannig að það bara því opnar sér og því meira sem fólk var að vita því betra. En ég þakka alveg kærlega fyrir mig og þakka fyrir þessa kynningu. Var nokkuð með síðasta örstutt stendur hérna frá Ástu. Gjörðu svo vel Ásta. Já, ég ætla að það kannski vonandi eru fullt af íbúum að hlusta á fundinn og sumir þeirra eru búin að hristast mikið síðustu daga út af sprengingum við Héðinsreit. Hvert ætti fólk þá að beina spurningum sinn rétt ef hversu sterkar svona sprengingar mega vera eða hversu öflugar svona sprengingar mega vera og já, ég held að fólk hafi áhyggjur af því að það geti orðið bara skemmdir. Kannski ég bara, Glóis, ég myndi svara þessu það er framkvæmdaraðili sem ber ábyrgð á sínum sprengingum og því tjóni sem hann kann að valda og honum auðvitað ber að leggja mat á það svæði sem hann er að fara að vinna á. Ef menn hafa athugasemdir varðandi framkvæmdina, jarðvinnu slíkar, að þá að gera hafa samband við byggingarfulltrúa og það er hann sem fylgist með því. Það er ákveðin reglugerð sem gildir það hvernig skal staðið að sprengingum og hversu mikið ónæði eða truflun má verða af þeim. Þannig að það er byggingarfulltrúi sem myndi taka við því. Þá takk kærlega fyrir þetta, Björgvin og Glóey. Við þökkum ykkur aðeinslega fyrir komuna. Þetta var mjög fræðandi og vonandi fá að vera í samtali við ykkur og samráði í framtíðinni þannig að við getum unnið saman með ykkur. Já, bara endilega og takk fyrir okkur. Takk kærlega. Takk fyrir mig. Bless. Þetta var langt og áhugavert en nauðsynlegt að taka þetta samráð og þetta tal við því að þetta
brennur á hugum margra hvernig ferlið er. Þetta ferlið er náttúrulega flókið og síðan líka hvernig er þetta að breyta ferlinu út af lögin eru ströng og kannski ekki allir sem heldur sem útfærið á sama hátt öll sveitarfélög og annað slíkt og spurning líka hvað sveitarfélagið getur gert og hvað þarf að gera á landsvísu, hvað er þetta að breyta með reglugerðum og öðru slíku. En við skulum halda áfram í næsta lið. Það kom bréf frá skóla- og frístundastöði stefnu framtíðarskipan tónlistarnáms í Reykjavík 2030. Þessi stefna, ég vona að þið hafi öll lesið hana. Mér langaði að spyrja ykkur hvort ykkar er með ykkur athugasemdir varðandi þessa stefnu og hvað þið viljið leggja til, hvort þið viljið leggja eitthvað til frá íbúðaráðinu varðandi hana. Skúli, þú eru unnið óbeint að þessu, hefur þú eitthvað þetta að segja? Getur þú sagt okkur nokkur orðum? Já, mér datt í hug, sko, ef þið viljið, þá get ég bara svona gefið ykkur aðeins einhvers konar samhengi sem væri þá bara inngangur, sko, fyrir ykkar umræðu, en sko svo að því ég þetta bæði í ráðun og formaður ráðsins, þessu mjög næri, þá myndi ég ekki vilja vera aðili að umsögn, mér finnst það eitthvað sérkennilegt, þannig ég myndi bara segja mig frá því, en hérna segðu okkur frá þessu. Ef þið hafi áhuga, sko, bara á þessu kerfi, þá get ég svona sagt ykkur eitthvað aðeins. Já, ég held að það væri frábært út af ég held að þetta sé mjög gott gagn og það ekki komið athugasemdir frá neinum þannig séð, en ég held að það séu svona okkur flestir sammála og lítið, við náttúrulega veitum kannski ekki nógu mikið heldur málsvik, þannig að það væri frábært að þú getur sagt okkur, talað aðeins þetta fyrir okkur. Ok, bara svona hleyp hratt yfir, sko, en þetta fyrirbæri tónlistarkennslunar í borginni er byggt þannig upp og það er dálítið óvenjulegt bara í íslensku samhengi að okkar tónlistarskólakerfi er að langstærstum hluta einkarekið. Við erum með 18 tónlistarskóla í Reykjavík og 17 þeirra eru einkareknir. Það er bara einn borgarekinn og það er af sérstökum ástæðum, en það er tónlistarskólinn upp á Kjalarnesi sem er hluti af samreknum leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Ég held að við getum sko fullyrt það og verið bara ánægð með það að það er mjög hár gæðastandard á tónlistarnámi í borginu og reyndar í landinu öllu og frábæri tónlistarmenn sem hafa hér vaxið úr grasi. En svona út frá kannski samfélagslegum markmiðum þá sér maður það að veikleiki þessa kerfis er ekki síst sá að aðgengið það er bæði takmarkað og það er líka ójafnt eftir hverfum. Þannig að þetta er tiltölulega lágt hlutfall barna sem að nýtur þessara gæða, sem má segja, að vera í tónlistarnámi. Svona meðaltalið er rétt undir 10%. Hlutfallið er hæst reyndar í hverfinu okkar í Vesturbænum. Við erum 14% barna í 107, póstnúmer 107 sem er í tónlistarnámi og í kringum 10% í miðbænum. 12% í Hlíðunum, 9-10% í Laugardal og Háaleiti. Svo fer það lækkandi þegar austar dregur og í Árbænum, Grafarvogi og Grafarholti er hlutfallið 7% og síðan ekki nema rúmlega 5% í Breiðholtinu. Þannig að það svona út frá okkar bæjardyrum séð, þá er það svolítið mikilvægt verkefni að reyna bæði að jafna þetta aðgengi en líka auðvitað auka það. Og ef við skoðum aðeins fjármagnið í þessu kerfi þá er borgin að setja í kringum milljarð í tónlistarnám á hverju ári og síðan til viðbótar því það sem að foreldrar reiða af hendi sem að er umtalsvert í gegnum skólagjöldin og síðan þriðji kanallinn er síðan samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga framhaldsnámið í tónlist. Það eru svona í kringum 300 milljónir, milli 200 og 300 milljónir sem koma inn í gegnum þann kanal, en á móti eru þá sveitarfélögin að fjármagna ákveðin sérstaklega skilgreind verkefni. Eitt af því sem er áhugavert þegar maður fer að rýna tölfræðina er að það er talsvert það að til dæmis borgin sé að borga og niðurgreiða
nám hjá fullorðnum. Og við höfum vakið athygli á þessu og ef þið hafið lesið skýrsluna þá þetta aðeins ávarpað þar í henni að svona leið til þess að auka aðgengi barna að tónlistarnámi væri að færa þarna til. Þannig að kennslumagn væri fært frá fullorðnum og til barna. Þetta kannski ekki stóra stærðir en þó þetta einhverjar rúmar 100 milljónir á ári sem að borgin að niðurgreiða tónlistarnám fyrir fullorðna. Og mér finnst það persónulega vera svona mikið umhugsunarefni hvort að það sé ekki rétt að skoða breytingar hvað þetta varðar. Nú við erum líka mjög áfram það að við viljum gjarnan sjá svona ákveðna styrkingu á þessu kerfi tónlistarskólum þannig að þeir verði í framtíðinni stærri og burðugri einingar og við erum svolítið brennd af því að borgin hefur stundum þurft að koma til hjálpar og bjarga einstökum tónlistarskólum úr fjárhagslegri gjörgæslu eða svo má segja, núna síðast 2015-16 og skýringin þessi að margir tónlistarskólana eru mjög litlir, mjög veikburða einingar í raun og veru og væri sko svona miklu sjálfbærari geiri ef að þetta væru færri og stærri einingar. Auðvitað það alltaf viðkvæmt en svona ef væri þetta skilgreina ákveðna hvata fyrir skólana til þess að skoða sameiningar þá væri það mikilvægt. Það líka annað sem að ég gagnrýni og kemur fram í skýrslunni að stjórnunarkostnaðurinn hann talsvert hár víða sem kannski nátengt þessu fyrra atriði sem ég nefndi varðandi smæð skólana að fjármagnið hlutfallslega fer meira í yfirbyggingu þar heldur en til dæmis í þeim skólum sem við erum að reka. Nú það mikill vilji til þess að efla skólahljómsveitir og jafnvel fjölga þeim, það ávarpað í stefnunni. Sömuleiðis að styrkja tengsl grunnskólana við tónlistarskólana og draumurinn væri auðvitað sá að tónlistarnámi færi að miklu meira leyti og kannski að mestu leyti fram inn í skólanum á hefðbundnum skóladegi. En það auðvitað risavaxið verkefni sem myndi taka talsverðan tíma því að það kallar auðvitað á það að við höfum húsnæði inn í skólanum til þess að bjóða skólanum eða til þess að sinna þessu tónlistarnámi. Og svo bara eitt í lokin, en það bara eru fleiri og fleiri rannsóknir mjög spennandi sem að sýna fram á hvað tónlistarnám hefur mikið gildi bara umfram þetta augljósa menningarhlutverk að læra tónlist getur bara haft heilmikið að segja varðandi frekara nám, varðandi einbeitingu, varðandi lesskilning, málþroska og svo framvegis. Þannig að við teljum að ávinningurinn af því að fleiri börn njóti þess að vera í tónlistarnámi sé mjög mikill. Þannig að þetta er stefna sem að við leggjum mikla áherslu á og þetta bara vonumst eftir því að fá ábendingar, athugasemdir, gagnrýni frá íbúaráðunum og öðrum þeim sem að tengjast þessum geira. Læt þetta duga. Takk kærlega fyrir þetta Skúli. Ásta, viltu þá fá orðið gjörðu svo vel, Ásta? Já, takk kærlega fyrir þetta Skúli og bara mér finnst þetta einstaklega ánægilegt að sjá þessa stefnu tónlistarnám. Það smá truflanir hérna, heimaskrifstofan. Já, sko ég með 3 punkta. Í fyrsta lagi, þú talar tölfræðina, hvað margir í tónlistarnámi eftir hverfum, en þá væri líka, sko ef við erum að skoða þetta sem samfélagslegt verkefni, þá væri áhugavert að vita hvað eru margir af erlendum uppruna versus, og ég veit að það er flóknara að sjá það, versus ekki af erlendum uppruna, af því að þetta virðist vera svo mikið tengsl líka, bara hver þekkir einkakennarana og svona, þannig að þá dettur mér í hug væri hægt að vera að vinna líka tónlistarstarf í tengslum við svona fjölmenningarstarf, að ná tengingu þar til þess að hvetja líka fólk af erlendum uppruna og ná þannig þeirra tónlistarmenningu líka inn í þetta starf. Mér finnst allavega spennandi.
Annað sko hvort að mér fannst þetta frábært með skólahljómsveitirnar og ég mjög ánægð með allt sem þarna. Ég bara svona spáði hvort það eitthvað sem mætti bæta við, en ég var ekki búin að senda það, þannig ég varpa þessu bara til þín Skúli og við getum síðan rætt hvort að við sendum eitthvað. En hitt varðandi sko kórastarf, að því stundum hefur kórastarf verið tekið af tónmenntatímum og samstarf, samsöngur minni. Við heldum kórastarf í skólum og samsöngur, þetta náttúrulega gífurlega öflugt fyrir svona skólamenninguna og þetta einmitt tengir allir saman og í Vesturbæjarskóla var þetta þannig að foreldrarnir voru með og þetta alveg svakalega flott að gera þetta en þegar þetta bitnar síðan á tónmenntakennslunni að því að það skorið af því, þá finnst mér mætti gera meira úr kórastarfinu líka. Og svo þriði punkturinn og það varðandi að þið nefnið það þegar að vera góð rými og aðstaða og mjög gott einmitt að færa eins og verið að samnýta stundum rými, skólahljómsveitir og hljóðfærakennsla og slíkt í skólunum. En þegar það verið að koma með nýjar skólabyggingar, þá finnst mér eins og það gæti vantað stundum bara ítarlegra fagálit frá tónlistarfólki byggingarnar og og þá þetta ekki bara rýmin það sem verið að kenna tónlist, heldur líka það sem á að vera tónleikahald. Af því að núna oft verið að samnýta til dæmis mötuneyti og hátíðasali. Í gamla daga vorum við með mjög grand hátíðasali þar sem var góður hljómburður, en í dag erum við svolítið að samnýta þetta og erum kannski að spara þannig að hátíðasalirnir eru kannski mjög dempaðir í hljómgæðum. Og þarna myndi ég vilja bara fá meira svona sérfræði álit inn í ferlið. En ég veit ekkert hvort þetta á eitthvað við núna, ég vildi bara koma þessum, bara nefna þetta. Já, á það. En annars bara frábært að vera að leggja svona mikla áherslu á tónlistarmenntunina. Takk bara, ég finnst þetta mjög góði punktar. Þú nefnir þetta með börn af erlendum uppruna og ég held það sé rétt, við eigum ekki tölfræði þetta, en það samt svona ákveðnir hlutir sem eru að gerast. Sterkasta dæmi kannski svona svo umbreyting sem að verða upp í Breiðholti sérstaklega í Fellaskóla, sem þetta sá skóli sem langhæst hlutfall barna af erlendum uppruna, rétt undir 80%. Sá skóli hefur einmitt nýlega í samvinnu við okkur á sviðinu og reyndar með ákveðnu samkomulagi við menntamálaráðuneytið farið í svona ákveðið umbreytingaferli. Hann búinn að skilgreina sig svolítið sem draumaskóli í anda nýju menntastefnunnar og að leggja sérstaka áherslu á tónlistarnám og sköpun sem svona bara eitt af 3 áherslusviðum fyrir utan íslensku nám sem mjög mikilvægt, ekki síst þarna í þessum skóla til þess að þessi börn komist á þann stað að geta notið menntunar til jafns við jafnaldra sem eru fæddir heima. Við erum líka með annan nýjasti grunnskólinn í borginni, Dalskóli upp í Úlfarsárdal og Grafarholti. Hann með mjög mikla áherslu á tónlistarnám og þar rými mjög gott fyrir tónlistarnámi og almennt vil ég segja það verið að hugsa miklu meira fyrir þessum þætti, fyrir bæði tónlistarnámi og svo sem alhliða sköpun í þeirri hönnun skólamannvirkja sem núna stendur yfir, sem mun birtast mjög víða borgina á næstu árum. Kórastarfið það sérstaklega ávarpað þarna, það mjög mikil vilji og áhersla á það að efla það. Og hluti af skýrslunni, framarlega í skýrslunni það bara beinlínis nefnt að það sé lagt til að kórastarf verði eflt mjög mikið í grunnskólaumhverfinu og söngur bæði í grunnskólum og leikskólum. Þannig að ég held að það sé mikill stuðningur við það. Og já, almennt sé bara fínt að heyra að það áhugi fyrir þessu en ég held bara að þetta svið sem við erum að investera heilmikið í og ég held að þessi stefna, hún sé bara
góð og progressív að því leyti til og kannski sérstaklega skýrslana því að þar eru svona ávarpaðar einstakar aðgerðir eða tillögur af aðgerðum. Það er margt sem að ég held að geti bara skipt mjög miklu máli en auðvitað þarf að vinna þetta síðan í samstarfi við geirann og þannig að við náum samstöðu breytingar sem að menn telja að geti skila okkur þessum árangri að tónlistarnámið verði almennt, aðgengi verði jafnt og miklu meira en núna er og óháð sem sagt búsetu. Já, takk fyrir þetta. Þetta fjárhag líka, skiljið, það er eitt af þessu sem er ávarpað í skýrslunni að þetta er auðvitað hindrun fyrir marga foreldra og alveg klárlega þennan hóp sem þú nefndir, foreldra af erlendum uppruna, það er ekki auðvelt fyrir marga fjölskyldur að borga þau skólagjöld sem að setja upp. Þannig að það er svona samstarfsverkefni sem við þurfum að fara í með skólunum að ná þeim gjöldum niður. Mjög gott, takk fyrir. Og endilega þetta með bara þessu stórt hlutverk í skólamenningunni. Þannig að þess vegna finnst þetta með samsöngin og þessi rými þar sem að fólk kemur saman. Að því ég hef séð það gleymast aðeins. En það er náttúrulega bara forgangsröðin stundum. En já, takk fyrir þetta. Takk hérlega fyrir þetta. Skúli, mér langar að spyrja þig út frá, þú veist að tala kostnað og annað slíkt, þá það kostar mjög mismunandi kostnaður eftir í hvaða skóla krakkarnir eru. Og það er náttúrulega oft miklu ódýrara að vera í skólaþjónustunni heldur en að vera í tómataskólanum til dæmis. Mínir drengir hafa báðir verið í tónlistarnámi og eru báðir á fullu. Síðan er náttúrulega eitt sem gegnsæi líka gagnvart skólaþjónustunni, það er svo erfitt að sjá, við biðum í mörg ár eftir að fá pláss og það er svo erfitt að sjá hvort það ætti von á pláss eða hvernig það var og annað slíkt. Er tekið á þessu og í þessari, ég sá ekkert þetta svona beint en og síðan var líka, mér langaði að spyrja líka kannski fyrst að þú ert til í að svara þessu, gjörðu svo vel. Já, ég held að það sé ekki tekið á þessu síðasta sem þú nefndir varðandi umsóknarferlið en ég held að það sé bara mjög góð ábending sem að mætti gjarnan koma fram ef þið veljið að senda inn umsögn að benda á þetta atriði og þetta tengist í sjálfu sér bara umsóknar flórunni allri á borginni. Við erum að ávarpa þetta núna í tengslum við umsóknir það sem tengist okkar sviði, leikskóla, frístund, skólaþjónustu sömuleiðis að þetta er oft mjög þungt í vöfum og erfitt fyrir foreldra að átta sig á því hvaða möguleika þeir hafa, til dæmis varðandi þessi takmörkuðu gæði, hvort sem að það er innganga inn í skólaþjónustu, umsóknin í leikskóla eða annað og maður myndi þetta helst vilja hafa þetta bara miklu meira rafrænt á vefnum að foreldrar bara geti raun og veru séð fyrir fram að sig hvaða kostir í boði, hvaða líkur á því að ég komist inn hér í þessari sveit eða í þessum leikskóla og maður getur svolítið verið meira við stýrið sjálfur frekar heldur en að vera treysta á það að kerfið munið eftir þeim, ef svo má segja. Við erum að vinda okkur eða koma okkur út úr kerfi sem hefur verið mjög handvirkt og gamaldags að mörgu leyti hvað þetta varðar. En skólaþjónusturnar auðvitað eru þær, það var ákveðið svigrúm til þess að stækka þær og við höfum stækkað þær í tvígang núna á undanförnum 3-4 árum. Núna eru þær komnar á þann stað að þeir sem að stjórna þeim telja að þær séu í kjörstærð, þannig að ég veit ekki hvort það verður þetta stækka það mikið meira en næsta skref væri þá bara hreinlega að fjölga þeim. Þær eru 4 í dag og þjóna þannig borgin allir. En það er alveg rétt sem að þú bendir á að Birgir að kostnaðurinn er miklu minni Þetta er kannski einhver þriðjungur eða 25% af þeim gjöldum sem að menn að borga í tónlistarnáminu. Það er ekki óalgengt að það sé þannig. Það er ansi dýrt stundum tónlistarnámið. Ég meina þetta voru 150-200 krónur fyrir í tónlistarskólanum. Mér langar að spyrja líka einna spurninga. Þegar ég talaði við tónlistarkennarana
spurðu það svolítið út í þetta hvað þeim fyndist og athugasemdir, þá var svolítið, nefndu þeir svolítið að nýtingu á skólanum, þannig að Vesturbæjarskóli er núna með mjög góða aðstöðu fyrir kennslu og búið að byggja skemmtilegu stofur og spurningin hvort það væri ekkert að nýta það betur á kvöld og helgar og annað slíkt. Þóttu að það væri fyrir einkakennslu eða eitthvað, sko, gætum við ekki búið til eitthvað dýnamík þar og ég sendi líka athugasemd varðandi þetta í dag, sko. Jú, mér finnst það vera, það er mjög í anda þess sem við viljum gera, að nýta skólahúsnæði betur. Þetta er bæði fyrir frístundina en ekki síður fyrir tónlistarnámið og auðvitað, sko, sumir skólar eru bara því markibrenndir að það eru mikil þrengsli, ég meina Melaskóli er kannski ágætt dæmi það er mjög erfitt að koma fyrir tónlistarnámið þar en í sumum öðrum skólum er svigrúmið miklu meira og við erum mjög áfram það í pólitíkinni og þrýstum mjög á það að þetta samtal sé tekið lengra og það hefur skilað heilmiklum árangri víða, það er bara víða mikill skilningur skólastjóra á mikilvægi þess að hafa tónlistarnámið inni en sumstaðar er þetta meiri slagur, ég játa það alveg. En eftir því sem að við sjáum, sko, fleiri og fleiri dæmi það að þetta sambýli gangi vel, skili sér bara í betra námi og ánægðara foreldrasamfélagi sem dæmi þá styrkir það okkur mjög í því að taka frekari skref. Það geta bent á það svona fordæmi. Er eitthvað því til fyrirstæða að sé til dæmis Þetta er klárlega það sem við viljum sjá gerast. Er eitthvað því til fyrirstæða að einkaaðilar til dæmis myndi leigja stofur á kvöldin fyrst það eru tómar til þess að gefa möguleika á því eða eitthvað laus? Nei, þetta er alveg hluti af, sko, sértekjum skólana að leigja þetta út en vissulega fer það svolítið eftir í hvaða rými er að ræða. Það er viðkvæmara að fara inn í kennslustofur og vinnurými kennara heldur en til dæmis að nýta svona sali og stór sameiginleg rými. Takk kærlega fyrir þetta. Er einhverjir fleiri með spurningar eða athugasemdir eða vilja koma ykkur að? Hörður, yfirgefur fund, gjörðu svo vel, þannig að það er ekki fleiri. Takk fyrir Skúli, þetta var mjög fræðandi, gott að hafa þig með okkur. Þá skulum við fara í næsta lið sem er númer 4 sem er bréf samgöngustjóra. Afsakið. Nei, það er bara, þið þurfa að skila inn umsögn ef áhugur á. Ég var í samtali við skóla- og frumstundasvið og þau gáfu fresti 20. febrúar, þannig að það er væntanlega það bara út þessa viku. Sjáu þið fram á að skila inn umsögn eða hvernig ætlið að halda á þessu? Ásta, þessar athugasemdir sem þú varst með, þar sem búin að skrá niður Skúli, viltu fá þær formlega til ráðsins eða hvernig telur þú best að þetta komi? Já, sko, ég held að þessar umsagnir, það er engin skylda að senda inn umsagnir, það er bara algjörlega ykkar val, en ég veit að einhver önnur íbúar að hafa ákveðið að gera það. Þær þurfa alls ekki að vera langar, það getur bara verið í formi nokkurra ábendinga, athugasemda eða hugmynda en já, þær þyrftu að bera svona sem með formlegum hætti eins og kemur fram í bréfinu. En enginn þarf á einhverjum stórum ritgerðum, skiljiði. Er það ekki best að þeir sem eru með athugasemdir sendi það til mín og ég komi því áfram? Ég held að það er skipulegt. Þessar nokkar athugasemdir sem eru búin að koma fram hérna á fundinum og ef það er eitthvað meira þá endilega sendi það til mín og ég kem með skila. Takk fyrir. Og er það ekki fínt, Heimir? Jú, það er bara, þau voru með þetta tímamark þessa viku, þannig að það bara fram með helgi. Og segi bara í 20. er á laugardaginn, þannig að ég myndi halda fyrir helgi. Þannig að, já. Ok, fínt við göngum frá því bara strax. Þá förum við í lið númer 4, bréf samgöngustjóra, ósk drög að nýjum reglum bílastæðakort íbúa í Reykjavík til framlagningar.
Við hérna sem búum í gamla Vesturbænum höfum örugglega öll mikið þetta að segja. En mér fannst þetta, ég vona að ég sé öll búin að lesa þetta og fara yfir þetta. Þetta er ekki mikla breytingar á því sem nú er. Það er verið að svona kannski slaka á sumum kröfum og auka fyrir aðra þannig að fólk geti samnýtt bíla og annað slíkt. Það sem ég kannski tók helst eftir voru tvennt sem ég sendi ykkur. Það eru að ég hef heyrt að sumir íbúar eru kannski í tveimur vinnum eða vinna sjálfstætt, eru smiðir eða eitthvað svoleiðis og það var náttúrulega mjög erfitt fyrir þá að þá þurfa að vera með atvinnutæki og þeir hafa verið að kvarta yfir því að það sé bara möguleiki á einu íbúakvarti. Þetta er kannski eitthvað sem við getum rætt og síðan er það líka hvort að fyrir fólk sem hvort að fyrst í íbúðagötunum, hvort að fyrst í klukkustundin ætti að vera frí eða hvort við ættum frekar að nota þessar klukkur. Það er kannski möguleiki líka að biðja þessa bílastæðarklukkur fyrir allan gamla Vesturbæinn og þá náttúrulega eru sjálfkrafa fólk með klukkustund frítt og þá náttúrulega gerir það að þeir sem eru að vinna niður í bæ leggja ekki inn í þessum íbúðagötum. Þetta voru þessar 2 athugasemdir sem ég sendi ykkur og möguleika. Viltu gjarnan fá að heyra frá ykkur hvað ykkur finnst öðrum nefndarmönnum? Eru þið með athugasemdir eða hvað viljið leggja til í þessum málum? Er einhver sem vill taka orðið? Björn, gjörðu svo vel. Já, Ásta var líka búin að biðja orðið, en ég get bara örstutt sagt að ég er fulltrúi foreldrafélagana. Foreldrarnir eiga vissulega bíla en við erum aðalega hugað hagsmunum barna í hverfinu og ég er þess vegna ekki með neina rosalega strangar og miklar athugasemdir við þetta. Svona, hefur vissulega með börn að gera en ekki þannig beint. En mér leist vel á þessar búta sem þú varst búin að setja niður þarna, Birgir, og færi bara orðið yfir á Ástu kannski. Já, takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel, Ásta. Já, takk Birgir og takk fyrir þínar athugasemdir. Ég tek undir þær. Ég held að það þurfi einhvern veginn að koma til móts við þeirra sem eru með atvinnubíl vegna atvinnu og svo held ég að það yrði mjög gott fyrir íbúa í þessum íbúagötum að geta fengið gesti í klukkutíma án þess að þurfa að borga bílastæði eða fá sekt. Þannig að það er mikið rætt. Þannig að ég tek bara undir þínar athugasemdir, Birgir. Takk fyrir það, Ásta. Er einhverju fleiri sem eru með athugasemdir? Salvör? Ég bara tek undir þetta með þér. Flott. Og á ég þá að skrifa, getum við gert einhverja litla bókunum út frá þessu eða bara Þið getið samþykkt umsögn núna ef hún er til á blaði. Já, ég er ekki búinn að gera hana, eða það bara fela mér að gera lítið bréf sem er sent? Þið getið gert það, já. Vil ég þá fela mér að skrifa? Já, ég fela þér að skrifa. Skrifa nokkra línur bara þessa 2 liði sem ég er að benda á. Það er ekkert annað sem ég sjáið að... Á þessum nótum, þetta eru mjög góðir punktar og mikilvægir. Og endilega skrifa umsögn á þessum nótum. Já, tek undir það. Takk fyrir það. Þá Skúli segir líst vel á athugasemdirnar. Takk fyrir það, Skúli. Þá fyrir við næsta lið sem er liður númer 5 og þá er það málefni hverfisins til umræðu. Er ykkur með einhver tillögur ykkur málefni? Er eitthvað sem þið viljið ræða eða taka fyrir? Ekkert sérstakt, ekkert sem brennur okkur á hjarta. Þeir eru eins og langur fundir líka. Já, ég hef ekki gert samt ráð fyrir alltaf 2 tímum. Og þá erum við komin í næsta lið sem eru greinargerð vegna Sumarborgar 2020. Og það er lokaði liður.
Þannig að við kveðjum þá sem eru að horfa á okkur í beinu á Facebook og þökkum þeim fyrir áheyrnina. Blessuð.